Komið sæl og verið velkomin í sérstaka umfjöllun fyrsta mótið á Eimskipsmótaröðinni, Egils gullmótið sem haldið var á Garðavelli á Akranesi helgina. Við byrjum á kvennaflokknum, hér sjáum við stöðun eftir 2 hringi, Guðrún Brá Björgvinsdóttir GK var í fyrsta sæti, Sunna Víðisdóttir í öðru og Tinna Jóhannsdóttir GK í því þriðja. Við byrjum hér á 8. braut, hér sjáum við Signíu Arnórsdóttur úr GK slá upp úr glompu. Hún var í næst síðasta ráshóp og í rauninni blandaði sér enginn í þessum ráshóp í baráttunum sigurinn að lokum. Signý endaði í 7. sæti á 25 höggum yfir pari. Hér sjáum við Önnu Sólveigu Snorradóttur GK líka, hún endaði í 4. sæti og með þeim í ráshóp var Ragnhildur Kristinsdóttir sem við sjáum hér úr GR, ung og efnileg, sem endaði í 5. sæti. En eins og ég sagði, þá var aðalbaráttan á milli 3 efstu kvennanna sem voru í loka ráshópnum. Þarna sjáum við Sunnu Víðisdóttur slá inn á 7. flötina. 7. brautin var gríðarlega erfið þennan lokadag því að það var mikill og harður mótvindur. Hér sjáum við Guðrúnu Brá slá sitt 4. högg inn á 7. flötina. Glæsilega gert hjá henni, hún kemur sér í ágætisfæri fyrir pari og hér það Tinna Jóhanns. Tinna byrjaði þennan hring nokkuð illa og þegar þarna var komið þá var hún komin einum 5 höggum á eftir Sunnu og Guðrúnu Brá sem voru jafnar. Þannig munaði ekki miklu að Sunna næði sér í par. Þetta er pútt fyrir skolla hjá Tinnu sem maður mátti heldur ekki miklu muna að færi ofan í. En hún fekk 2-faldan skolla og Guðrún Brá náði frábæru pari á þessari erfiðu braut. Þannig að eftir 7. brautina þá var Guðrún Brá komið með 1 höggs forskot á Sunnu sem áreindar hérna frábært upphafsögg á 8. brautinni par 3. Það var mjög erfitt að þessari flöt að stoppa boltan nálagt holunni því að það var mikill meðvindur. Eins og við sáum þá fór Guðrún Brá nokkur lengra í sínu uppásöggi og náði öruggu pari en Sunna gerði sér lítið fyrir og náði fugli. Þannig að aftur voru það orðnar jafnar þarna, Sunna og Guðrún Brá. En Tinna er hér að pútta fyrir pari á 8. og missir það og fær skolla og þarna er hún komin 7 höggum á eftir Sunnu og Guðrúnu Brá. Förum yfir á 9. braut, hér á Sunna inn á höggið, það er að segja annað höggið hennar inn á 9. flötina og hér er það Tinna með sitt annað högg á 9. og þetta var alveg frábært högg og þetta í rauninni markaði nýja sókn hjá Tinnu og hún fór að sækja aftur. Guðrún Brá var aðeins og stutt í öðru högginu sínu en á ágætis pútt rétt fyrir utan flötina og nær að tryggja sér parið. Tinna náði í fuglinn og náði þar með 1 höggi af Guðrúnu Brá og 2 höggum af Sunnu sem misti þetta stutta pút. Hér erum við síðan komin á 10. brautina, þetta er Sunna af neðri pallinum, nokkuð erfitt pút. Hún misti það aðeins fram yfir hóluna. Þetta er 3. högg Tinnu, vipp inn á og 3. högg Guðrúnar Brá og að muna ekki miklu hún hefði náð sér í fuglana. Hún fekk örugt par en Sunna misti parpútið sitt. Þar með var Guðrún Brá komið með 2 högga forskot á hana og aftur upp í 7 högga forskot á Tinnu því að hún misti líka parpútið sitt. Þá förum við yfir á 11. braut. Hér sjáum við annað höggið hjá Tinnu. Þetta var 11. brautin var erfið á móti vindi og þetta var bara nokkuð vel gert. Hér er 3. högg Sunnu aðeins og langt og hún á í erfiðleikum með að ná pari með þetta en Guðrún Brá gerir nú svipaðan hlut og hún og kemur sér ekki beinlínis í gott færi fyrir pari en þetta er fuglapút hjá Tinnu, það mátti ekki miklu muna. Hún fékk örugt par. Guðrún Brá misti parpútið sitt og Sunna líka. Þannig að Tinna náði 1 höggi af þeim báðum þarna og ennþá voru 2 högg á milli Sunnu og Guðrúnar og 4 höggum þar á eftir kom svo Tinna. Þá
Þá erum við komin á 12. braut. Þetta var annað höggið hjá Tinnu inn á flötina þar. Sunna og Guðrún voru báðar of stuttar í öðru högginu sínu. Þurftu báðar að púta í grínkantinum. Þetta var Sunna fyrst, það munaði nú ekki miklu, hún hefði bara sett þetta í fyrir fugli. Guðrún Brá kom á eftir og gerði aðeins betur, en eins og við sjáum það var erfitt að stoppa boltan í meðvindunum, jafnvel í púttunum. Þær voru báðar í svona nokkuð erfiðri aðstöðu til þess að fá parið. Þetta var fuglapút hjá Tinnu. Hún fekk örugt par. Hún var komin í nokkuð stuð þannig. Þá það parpútið hjá Sunnu. En púttinni var ekki alveg að vinna með henni á þessum seinni 9 holum þennan loka dag, á meðan Guðrún Brá var öryggið uppmáluð og náði í parið sitt. Hér sjáum við mæður þeirra Guðrúnar Brá og Tinnu. Þær voru að draga fyrir þar pokana og hér faðir Sunnu að draga fyrir hana. Þannig að þetta mikið fjölskyldu sport eins og sjá má. Á 13. brautinni sem par 5 braut, það var mikill meðvindur og þær voru allar svona í grínkanti í 2 höggum. Sunna sló á langt inn og fór í glompuna á bakvið, á meðan Tinna og Guðrún Brá fóru á nokkuð svipaðan stað, en voru svo sem kannski ekki í fuglafærum, voru á neðri pallinum. En Sunna var í ansi erfiðri stöðu í glompunni. Hún var í niðrumóti stöðu og átti samt þetta frábæra glompuhögg og kom sér í gott færi fyrir parið. Guðrún Brá rétt misti fuglinn og Tinna líka, en þær fengu örugt par báðar. Og aftur brást púttirinn Sunnu, þannig að hún fekk hérna enn eitt skollan og tapaði enn einu höggi. Og nú var allt í einu munurinn á Sunnu og Tinnu einungis 2 högg. Við erum komin hér yfir á 14. braut sem par 3 hola. Sunna, þetta var hennar annar högg eða vipp inn að holunni. Guðrún Brá var í upphafshögginu inn á flötinni og þetta var pút fyrir fugli hjá henni. Og Tinna náði með góðu púti að bjarga sér og ná parinu og halda áfram að sækja á Sunnu sem átti ekki í góðu sambandi við púturinn sinn á þessum tímapunkti. Þarna var munurinn orðinn aðeins 1 högg. Guðrún Brá misti líka parpútið sitt, þannig að eftir 14. það átti Guðrún 4 högg á Sunnu og 5 högg á Tinnu. Hér erum við komin á 15. braut. Guðrún Brá í grínkantinum eftir 2 högg og þetta ansi gott vipp hjá henni, kemur sér í gott parfæri. Og Tinna hér með langt pút fyrir fugli. Það munaði nú ekki mikla það fari í, en hún fekk örugt par. Þetta pút fyrir pari hjá Sunnu. Þannig að hún tapar hér enn einu höggi og þarna hún og Tinna orðnar jafnar. Guðrún Brá náði parinu, þannig að hún var komin nokkuð örugga fórustu þarna. En þá fór yfir á 16. Hér fór að halla aftur undan fæti hjá Tinnu. Sunna og Tinna voru báðar í 2 höggum á þessari par 5 holu í glompunni við hliðin á flötinni. Tinnu mistókst fyrsta glompuhöggi sitt og næsta glompuhögg fór langt yfir flötina og undir bekk, þar sem hún fekk nú lausn frá. Og þetta vipp var þá hennar 5. högg inn á flötina, en það var nú ansi vel gert. Þetta var pút fyrir fugli hjá Guðrúnu Brá sem hún misti en fekk örugt par. Tinna bjargaði skollanum sem var nú ágætt með þá stöðu sem hún var búin að koma sér í, en Sunna fekk fugl, þannig að þarna var hún allt í einu 2 högg af Tinnu og var komið 2 högg á fórust á hana. Eftir 16. brautina átti Guðrún Brá 4 högg á Sunnu, þannig að nú var þetta eiginlega bara milli Tinnu og Sunnu annað sætið. Tinna var með gott annað högg inn á 17. flötina. Þetta var 3. höggi hjá Guðrúnu Brá sem var nú næstuð farið í fyrir fugli og 3. höggið upp úr glompu frá Sunnu. Þá reynir Tinna við fuglinn, en þetta var aðeins og lítið, en örugt par enga síður. Og Guðrún Brá var áfram öryggið uppmálað í þessari lengd á púttum og bjargaði parinu, og
það var kannski ekki alveg að sama upp á teiningunum hjá Sunnu. Hún hefur ábyggilega ekki verið mjög sátt við pútterinn, sérstaklega ekki á seinni 9 hólunum þennan lokadag. En þá erum við komin að lokahólunni, 18. hólunni þennan lokadag. Þarna var Sunna með einsöks forystu á Tinnu og hún var 5 höggum á eftir Guðrúnu Brá. Guðrún fór nokkuð mikið til vinstri í uppásökjunni en á þetta fína innáhögg og langt fuglapút hjá Tinnu sem að var nú eiginlega að fara í ef hún átti að eiga möguleika á að ná Sunnu í öðru sætinu því að Sunna var með gott uppásök og þetta var pút fyrir fugli á henni og örugt par. Þar með var hún búin að tryggja sér annarsætið og Guðrún Brá var ekkert að breyta neitt út af vananum, rak þetta góða parpút í og tryggði sér örugan 5 högga sigur. En hún vann einmitt sinn fyrsta sigur á Eimskipsmótaröðinni hér árið 2011 á sama velli. Guðrún Brá, þetta virðist vera völlurinn hérna á Akranesi. Já, ég á góða minningar hérna. Já, þú sigraði hér fyrst 2011, það var fyrsti sigurinn á mótaröðinni, ekki satt? Jú. Og svo aftur í dag og vallameti í fyrra eða hvað? Já. Hvað er það við hennar völl sem að þér líður svona vel? Ég veit ekki, mér líður bara mjög vel hérna. Já, ekki er það veðrið allavega. Nei, umulegt veður í dag, eiginlega bara verra en í gær. Það fór nú svona skilja leiðir hvað eftir fyrri 9 í dag. Þá fór svona, tókstu nokkur örugg skref fram úr. Hvað lýstu þess aðeins fyrir okkur? Ég náði mjög góðu pari á 7. og svo svona, ég var ekki að telja stöðuna sko. Mamma mín var með þetta en ég vissi samt alltaf svona sirka hvað staðan var. Þú vissir allan og varst að svona auka við forystunni eða hvað? Já, ég fann það alveg. Já. Ég setti þarna niður góð pútt og átti góðar hólur þarna á seinni 9. Já, þannig að það má segja að þetta gefi góð fyrirheit fyrir árganginn á sundinu. Já, algjörlega. Hvað, ertu með eitthvað markmið? Já, en ég ætla bara að halda þeim fyrir mig sko. Já, þú getur sagt mér það. Ég ætla bara að vinna allt sumar. Hér sjáum við svo lokastöðuna í kvennaflokknum. Guðrún Brá Björgvinsdóttir á 13 höggum yfir pari úr golfklúbbnum Keili. Sunna Víðisdóttir í öðru sæti úr GR á 18 höggum yfir pari og Tinna Jóhannsdóttir GK í 3. sæti á 20 höggum yfir pari. En þá vindum við okkur yfir í karlaflokkin. Við byrjum á því að skoða stöðuna eftir 36 hólur eða eftir 2 daga. Það var Axel Bóasson, GK, á pari með 4 högga forskot á Arnarstæ Hákonarson og GR og 5 högga forskot á þennan mann Sigmund Einar Másson sem við sjáum hér slá á 3. braut á lokadeginum. Þetta er ekkert slorhögg. Setur hann þarna í miklum hliðarvindi í mjög gott fuglafæri. Axel Bóasson úr GK þarna sem að leiddi mótið, hann sló þarna aftur á móti of langt og lenti í mjög erfiðri aðstöðu í glompu en leysti það nú bara ansi vel. Kom sér í ágætisfæri til þess að bjarga parinu og hér sjáum við Arnar Snæ Hákonarson og GR sem var með þeim í loka rásóknum. Þetta var hans pútt fyrir fugli á 3. brautinni. Þá var komið að Axel að reyna að bjarga parinu sem hann og gerði. Það var bara ansi gott úr þessari stöðu. Sigmundur náði sér í fugl og hann byrjaði þennan loka dag með miklum látum. Þá er það næst síðasti rásópurinn hjá köllunum. Þetta var Guðmundur Ágúst Kristjánsson úr GR á 4. brautinni, par 5 í þó nokkuð miklum hliðavendi eins og við sjáum að þarna kom bæði bakspunni og vindurinn til skjalana og boltinn endaði í vasthoffarinni. Þannig að hann þurfti að taka sitt 5. högg inn á flautina. Og hér er Rúnar Arnórsson úr GK. Þetta var pútt fyrir fugli á honum en örugt par og 3. maðurinn í þessum rásópi Haraldur Franklín Magnús, Íslandsmeistari í höggleik og hólukeppni. Þetta var hans pútt fyrir fugli og örugt par hjá honum. Guðmundur Ágúst misti púttið fyrir skollanum og fekk 2-faldan skolla á þessari hólu. Sigmundur Einar, hann
að þetta þriðja höggið hans á fjórðu holunni og þá þriðja höggið hjá Axel Bóasinni. Kemur sér í ágætis fuglafæri. Arnar Snær lenti í sömu vastáfari og Guðmundur Ágúst áðan, nema hann gat slegið boltan og gerði þetta nú bara dável og kom sér í ágætisfæri til þess að bjarga parinu. Sigmundur Einar var sjóðandi heitur þarna og fekk annan fuglin í röð. Þarna munaði nú ekki nema sérstaklega eftir að Axel misti sitt fuglapút, þá munaði ekki nema 2 höggum á þeim 2. Og Arnar Snær bjargaði parinu sínu glæsilega eftir að hafa verið í vastáfarinni. Hér eru komin á 7. braut. Rúnar lenti í vatninu, þurfti því að taka sitt 3. högg inn á flötina og hér sjáum við Guðmund Ágúst. Hans upphafshögg fór yfir flötina á þessari par 4 hólu og hann var með líklega 3 tré í höndunum þarna. Notaði 3 tréð eiginlega eins og pútir og komst sér bara í ansi góða stöðu. Og Haraldur Franklín nær hér í örn, þar að segja hann var þarna eftir upphafsöggi á þessari par 4 hólu og fekk örn eða 2 undir pari. Rúnar misti parpúti sitt og fekk skolla á 7. brautina. Og Guðmundur Ágúst náði í fugl, þannig að Guðmundur Ágúst náði í fugl á 7. og Haraldur Franklín örn. Þá erum við aftur komin í lokarásópin á 7. brautinni. Þetta var Arnar Snær Hákonarson með sitt 3. högg inn á 7. flautina. Hann fór í vastáforina eins og Rúnar. Og Sigmundur Einar, hann sló sitt upphafshögg inn á flautina, en þetta var alls ekki nógu gott pút hjá honum af neðri pallinum. En Arnar Snær gerði sér lítið fyrir og bjargaði parinu, sannkallað kjarnorku par hjá honum. Fuglapúti hjá Axeli vildi ekki fara í, en hann fikk örugt par og ekki heldur fuglapúti hjá Sigmundi, sem var eins og áður sagði búin að vera í miklu stuði framan af þessum loka ring. Þá erum við komin yfir á 7. brautina. Þetta pút fyrir utan flötina fyrir fugli hjá Haraldi Franklín. Þá það Guðmundur Ágúst með pút fyrir pari sem að mátti litlu muna að hefði farið í, og þá Rúnar með sitt pút fyrir pari. Þannig að bæði Guðmundur Ágúst og Rúnar fengu skolla á 7. braut, en Haraldur Franklín náði að bjarga parinu. Þá erum við komin aftur í lokarásópin. Axel Bóasson með sitt 4. högg inn á 7. flautina, en fer þó nokkuð yfir og á snúið vipp tilbaka með vindunum og erfitt að stoppa boltan. Það vindunum svona mikið í baki, en þetta var nú nokkuð vel gert hjá honum. Arnar Snær með sitt pút fyrir pari sem að rataði ekki og hann fekk skolla. Aftur á bóndi misti Axel pútið sitt fyrir skolla og Sigmundur Einar líka, þannig að þeir fengu báðir 2-faldan skolla á 7. Yfir á 8. Axel fór yfir flötina þar í upphafsögginu sínu, en það að koma sér í ágætis aðstöðu. Sigmundur Einar var fremst á flötinni á 8. og átti langt pút fyrir höndum og skildi hann eftir þó nokkuð stuttan. Þetta parpútið hjá Axel. Þetta er mjög vel gert. Hann á að bjarga parinu. Sigmundur Einar missir sitt parpút. Þannig að hann fekk 2-faldan skolla á 7., skolla á 8. og var farinn að fatast aðeins flugið. Þá erum við komin yfir á 9. braut. Þetta annað höggið hjá Axel inn á 9. flötina. Arnar Snær var á svipuðum stað og Axel. Þetta var pút fyrir fugli hjá honum. Hann fekk örugt par og þá var komið að fuglapútinu hjá Axeli. Hann skildi hann eftir nokkuð stuttan, en svona miðað við hvernig hann var búinn að púta þá bjóst maður nú við að hann myndi setja þetta í. Sigmundur Einar var enn í vandræðum. Þetta var hans pút fyrir pari. Hann var nú ekki ánægður með sig, skildi hann eftir stuttan líka.